Já, góðan daginn, kæru hlustendur og veriði velkomin í föstudagskaffið. Já, maður fær bara svona hrolla að hlusta á þetta lag, þetta er unaðist tilfinning. Já, ég man eftir þessu bara frá því að ég var lítill, þetta var í einhverjum sjónvarpsþætti. Sko, ég gerir mig grein fyrir að það er ekkert píanó í þessu. Nei, það? Þetta minnir mér svolítið á stemmingun á götubarnum, alltaf, þegar menn fara að jamma fyrir norðan. Já. Af hverju, núna er viðskiptahugmynd, af hverju er engin veitingastæður Reykjavík eða bara skemmtistæður búin að spotta það að hendinu helst píanó inn og trilla stemminguna? Kaldibar, halló. Er þeir komin með píó? Ég get sagt þetta, ég var á Kaldabar síðustu helgi og ég og félagi minn... Eins og fræktir orðið? Já, ég og félagi minn, nei, það er ekkert, ég held að það eru fyrsta skipti sem ég farið á Kaldabar að djama. Við heyrðum að því nokkuð. Félagi mínum Starkaði Pétursinni og við skiptumst þarna á píanóinu við góðar undirtektir. Er hann vinnuð þinn? Já, hann er frægur. Já. Ekki bara fræga vinni? Nei. En bara út í Aron Már og enn daginn og hann er frægur. Já. En það var alveg rífandi stemning og einmitt, það kannski að fleiri staði getur tekið sér það til fyrirmyndar. Já. En nóg það. Nýtt konsept. Nei, nýtt konsept. Það er þetta föstudagskaffi. Já, og þar sem að, já. Ég ætla bara að byrja að segja að ég varð undir. Þetta er testþáttur, við ætlum að keyra á þetta. Já. Ég vildi hafa skemmuþætti, Deep into skemman. Þar sem við færum að lesa ritgerðir. Ok, já. Því að við erum náttúrulega nokkrir sem erum bara Deep into skemman. Já. Og fyrir hlustendur þá er það ekki þátturinn, en hann mun mögulega koma ef þessi verður undir. Já. Það sem að ég ætla að fara yfir ritgerðin eins og íslenski hesturinn og aðkoma stjórnvalda. Já. Og já, það voru þetta fleiri góða ritgerðir en útskýru konseptið. Ég varð undir, ég við ekki Já. En það er aldrei að vita nema við skoðum að bæta við Deep into skemman einn daginn. Nei, ég segi svona. Þá værum við alveg farnir held ég. En við einmitt, ætlum að í þessum þáttum að svona fara yfir hvað bar helst á góma í viðskiptalífi vikunar. Liðinar viku, svona stutt samantekt og við ætlum að reyna að vinna ekki með meira en 3 til 4 fréttir. Þetta er náttúrulega alveg hafsjóra viðskiptafréttur sem kemur í hverju viku en jú, við ætlum að reyna að taka svona þær fréttir sem okkur fannst skemmtilegastar og þökkum gældunni fyrir þeirra framlag. Það er rosalega mikið magna viðskiptafréttum. Já, það er, já. Þau hafa allavega undan að skrifa þetta. Nei, ég var einmitt að rúlla yfir þetta. Ég hugsaði bara, það er rosa erfitt að undirbúa þátt núna á 50 degi. Þetta er tekið upp á 50 degi. Það er ekkert launungamál. Til að geta fært ykkur þetta bara í viðtækin bara helst á föstudagsmorgni með bollanum eða í bílnum á leiðinni til vinnu. Já, draumurinn er að vera í eyrum fólks á leiðinni vinnu, þannig að hafa eitthvað að tala þegar kemur upp í vinnu. Algjörlega. Já, byrju, hvað var ég að tala um? Bara konceptið held ég. Já. Einmitt, tala um einhvern svona 3-4 fréttir. Svo verðum við með svona top 3. Já, top 3. Top 3 lið í þessu. Mjög business oriented. Já, mjög, einmitt, algjörlega. Og í þætti dagsins er það top 3 hluti til að gera þegar þú ert að byrja á nýjum vinnustað. Nákvæmlega. Bara svona ráðleggingar. Einmitt. Við erum náttúrulega með einhverja unga fylgjendur, ég veit að einhverjum töpum í MK og Vörslu og fleira sem eru kannski ekki komnir inn á fyrsta vinnustað. Nei. Og báðum svona bara ef þið væri að byrja í dag, hvað væri top 3 hlutir sem að þið myndu neymbit ykkur á nýjum vinnustað? Tökum það fyrir hérna eftir en það er kannski verðt að minnast á það að það verður engin slíku þáttur næsta föstudag. Það er föstudagur langi. Já, það er bara of langur þáttur. Já. Nei, hann Yngvi verður í héraði yfir páskana. Já, ég er að fara með fjölskyldunni og við ætlum að reyna að planta bara eins og páskarnir gefa. Já, einmitt, bara það sem að þú finnur þig best. Já, og tína köngla og gangum sléttur héraðs og skóa og lendur. En eru nú að tína köngla og selja þá, veit ég? Já, ég meina, góður sítgagreinis köngull á hausti er bara... Gulls í gildi. Já, ég meina, það eru kannski 200 fræja af þessu. En heyrðu, ég ætla nú að byrja bara með svona örstutt innskot því að við vorum nú með SS í síðasta þætti. Já. Við töluðum nú svona leitum að líkum að þetta væri nú einhverju leiti undirverðlagt svona miðað við þetta stoppverð sem var sett inn í ársreikninginn. Já. En það er skellur að SS er núna í lokdags, 50dags niður 10%. Hæ? Ég sverða. Í alvörunni? Það er greinilegt að... Það er eins gott að þetta var ekki fjárfestingarráðgjöf, sko. Ég segi það. Annars er þið... Þetta voru einhverjar þetta var einhver tæp 500.000 sem var þannig að selt með á genginu 1,8. Er það Óttar í Fossum að hreyfa þessi bréfið? Ég veit ekki, þú verður bara að spyrja hann að því.
en eðli málsins samkvæmt það ekki gefið upp inn á síðunni sjálfur, sko. Nei, en já, það svona, eins og ég segi, smá skellur. Já, ég meina... Það greinilega ekki hægt að taka neitt mark á okkur, sko. Nei, það dreifur trúverðilega okkar alveg niður í ruslflokk. Já. En það erum við ekki hér til að veita ráðgjöf. Þannig að það bara gott að leggja línurnar hér. Akkurat. Þannig þið sjáu það. Herði, það sem svona helst bara góma í byrjun viku, þriðjudaginn, þá Elon Musk. Já. Hann keypti í Twitter fyrir 73,5 milljón hlut. Já. Sagði 73,5 milljón hluti, já. Já. Og þetta einmitt, þú veist, hann, sko, margir halda að þetta hafi kannski verið bara keypt í einhverju eingreiðslu, sko, en samkvæmt fréttum þá eru þetta alveg bara mörg kaup í raun á nánast á hverjum degi frá því loki janúar. Og núna á hann í dag 9,2% hlut í félaginu. Já. Tekur þarna sæti í stjórn og þetta eru 2,64 miljardar bandaríkjadollara samkvæmt skráningu verðbréfaeftirlitsins. Og það var orðið að 3,73 miljardum við lokun markaða á þriðjudaginn. Já. Þannig að þetta tæplega 1,1 miljardur sem hann hækkaði þennan dag sem þetta var tilkynnt. Já, það stendur enda núna í svona 0,9 að þetta hefur náttúrulega lækkað eitthvað í dag. Já, sko, samkvæmt mínu fyrir frammi þá þetta upp 19% í vikunni. Já. Niður 8% í dag. Já, niður 8% í dag. En markaðir eru náttúrulega nýbúnir að opna í Bandaríkjunum, þannig að við sjáum hvað setur. Já, eins og ég segi, þetta svona slatta lækkun í dag, en hann hefur verið var þarna hæst upp 1,1 miljard. Og þú veist, þennan dag, og ég fór að spá í sko ávöxtun á heildar eignasafnans. Já. Gerir ráð fyrir að hann hafi verið í kringum 275 miljardir bandaríkjadollara, þarna þegar að á þriðjudeginum. Og miðað við þessa hækkun upp á 1,1 miljard þetta svona 0,4% hækkun og heildar eignum Elon Musk sem náttúrulega, þú veist, þetta er ekki há-prósent, en á einum degi fyrir svona mann þá... Þetta næri ekki upp í nös á ketti. Nei, líklega ekki, en þú veist, miðað við svona mann sem svona ríkur og þú veist, það 0,4%, það þykkur það alveg á daily basis. Já, klálega. En já, svo fylgdi nú einni fréttinni og ég tók eftir á Twitter hann Haraldur Þorleifsson sem að meðal hann stofnaði Ueno og var keypt af Twitter. Segðu þetta aftur. Haraldur Þorleifsson. Hvað stofnaði hann? Ueno. Já, þú sagði bara, þetta var svo flamboyant. Ueno. Já, Ueno. Já, ok. Hann honum Haraldi, hún líkar illa við Elon, sagði hann í Twitter-færslu sinni. Já, ég sá það. Ég reyndar, sé nú hvergi gefið fram ástæður á bakvið þetta hatur í hans garð, en Haraldur allavega sko markaðsvirðið hans, eða net worth eins og við köllum, það hækkaði nú alveg slatta þarna á þessum kaupum. Því hann náttúrulega selur fyrirtækið sitt Ueno fyrir sko einhverja milljarða talað og maður getur rétt ímyndað sér að slatta því í bréfum í Twitter, sko. Þannig að segjum bara hann hafa átt kannski, gefum okkur 2 milljarða í bréfum á Twitter. Og hvað? Hækkuðum, var ekki 25%? Jó, 25%. Sko, þetta stendur í 19% hækkun frá mánuði. Með að við 25% þá hefur hann verið að græða þarna 500 milljónir. Já. Eða verið hans að hækkum 500 milljónir, sko. Það er ekki amalegt. Þannig að þú sér það, sko, það eitthvað sem að menn ætti að taka bara þegjandi hljóði, en hann, nei, hann... Fín vika hjá einhverjum allavega. Já, en hann kemur þarna fram og segist líka illa við hann. Af hverju það ég veit það ekki. Já, ég er ekki viss. En það er svona eiginlega eina sem að fréttina sem að sá af þessu hér heima, finnst mér, nema ég hafi bara farið algjörlega framhjá því sem ég var að skrifa, en það var semst þetta tweet frá Haraldi og já, það sem hann í rauninni skaut á sin nýja yfirmann. Já, algjörlega. Já. Herðu, já. En eitt annað, eða svona mitt input í þetta er að það hefur ekkert verið brugðist sérstaklega vel við þessu á mörgum miksstöðum. Sem sagt að hann sé komin í stjórn og orðin svona stór hlutafi. Og það á rætur sína reykja til þess að í gegnum tíðina þá hefur hann talað fyrir í sko að það er ekki að vera að skerða aðganga eða tjáningafrelsi eða bara tjáningar hjá accountum sem mörgum myndi finnast vafasamir. Og það er svona mest að ég hef séð sko neikvætt út á þetta setja. Maður náttúrulega gerir sér ekki almennilega grein fyrir hvað hann sér.
í því að fara þarna inn og sjálfur ég bara ekki nægur notandi á Twitter til þess að geta mig til það hvað málið hann bara svo mikill svona þú veist, svo mikill svona meme-gæi sko. Þú veist, hann dýrkar þennan her þennan retarða her eins og það kallaður inn á Wall Street Bets og þú veist með einhverju eignar hluti í Twitter þá einhvern veginn hann að styrkja stöðu sína sem Papa Elon ég sé þetta fyrir, þeir kalla hann allir Papa Elon og líka fyrir ekki meiri stærri hluta af eignasafninu þá það kannski bara hverja krónu verið þú veist, þessi maður náttúrulega eins og tifandi tímasprengja sko. Ég elskar hann mann en hann þú veist, eins og ég segi maður veit aldrei hvar maður hefur hann sko. Hann hefur bara nánast eitt síns liðs hækkað þetta Dogecoin eða hvað sem það heitir, rafmyntina þarna hækkaði hana bara þú veist, 100x sko, út af því hún langaði þú veist, það eitt og sér, það ekki bara pínu á samt? Jó, það auðvitað bara einhvers konar markaðsmisnót þú veist, ef hann gefið að hann hafi átt hlutin en, ég veit ekki en ég fíla hann sko en eins og ég segi þetta tifandi tímasprengja sko. Og það verður gaman að sjá hvað mun gerast á Twitter algjörlega, ég fylgir spenntu með ríkasti maður heims komin í það partí herðu, bæja mæl, ég nefnilega var svona efins, hver ætli Jeff Bezos sé ennþá ríkari en Elon nei, kemur í ljósa, hann bara $100 milljörðum ríkari eins og staðin núna ég var bara inn á live Real Time Billionaires List það bara Elon Musk 270 þetta búið að lækka mér sér síðan áðan 275,1 milljarður bandaríkjadollara og Jeff Bezos 180,4 þú veist, það munar þarna 100 milljörðum bandaríkjadollara á milli og það sem ég held að retararnir sé að segja þessi svo kallu Wall Street að hann verði fyrsti trilljónamæringurinn út af þarna gameskutlu verkefninu það nefnilega eitthvað sem ég hef sagt sko lengi að fyrsti trilljónamæringur $1 trillion eigandi hann mun ekki verða uppi á okkar líftíma en þá var Jeff Bezos ríkasti maður heims bara með 100 B sko. Ég sá ekki fyrir mér hvernig það myndi geta tífaldast sko, svo upphæð. En þú veist, með nýjum tímum koma nýjar tæknir og þú veist, fólk farið að auðgast alveg svakalega, sérstaklega á tímum sem þessum. Yes. Og nú verður samspár hingað til en þetta getur orðið högg. Þetta getur orðið högg sko. Þú varst með eitthvað að handa mig líka? Af markanum? Já, einhverja frétt. Stórfrétt í dag. Kom stórfrétt inn í dag með Já sko, þetta mjög stórfrétt af innlendamarkanum. Þetta einn stærstu launþegaskipti sem hafa séðast. Já, og gott ef að báðir voru ekki bara á launþegalistanum í fyrra ég veit ekki en sem sagt sko, og þetta kemur henni blandast inn í lið sem að væri gaman að taka á föstum sem heitir bara ráðningar þar sem að við erum svona toppráðningar Já, þú veist, það bara svo gaman að fylgjast með hver að skipta starf, hver að fara þangað og þetta náttúrulega PR-move hjá fyrirtækjum að tilkynna nýr framkvæmdastjóri, markaðsstjóri, sölustjóri þessi áláti fara hann alltaf bannað að segja í dag að einhver sé rekinn hann alltaf sagði upp eða láti segja upp störfum eða hvað það sko en það gerðist sem sagt þau undur- og stórmerki núna í morgun sem eru kannski ekki undur- og stórmerki að Ásgeir sem að þarf maður ekki að vera með nöfnin á hreinu Ásgeir Reykjalín hann heitir nú samt Reykfjörð, já þetta drengur sorry, ég var ekki með þetta að skrifa á mér Ásgeir Reykfjörð sem var sem sagt aðstoðarbankastjóri Arion banka komin yfir til Skeljungs takk fyrir og önnur stór ráðning í þessu að Magnús Ingi Einarsson fer frá Kviku banka yfir til Skeljungs Þetta eru risasæn sko. Já, og það hefur ekkert staðið á því í Kauphöllinni Nei, það má segja að það hafi sést högg á vatni Já, því að þegar þetta sagt og skrifað sko, þá Skeljungur stendur í 18,3 gengi fyrirtækisins aldrei verið jafn hátt og upp 7% í dag og Arion í 400 milljón króna veltu niður 1,1% og það talað að þetta sé gífurlegt högg fyrir Arion banka. Sko líka 7% út af ráðningu, en þú veist, þannig verið að setja þetta skýra línur hjá Skeljungi. Þau eru ekkert fucking around sko. Já, og sko það má eiginlega segja sko, margir að tala að partíið sem byrjaði aftur með þessari Íslandsbankasölu sko. Ég held að það bara verið að kveikja á einhverjum blísum þar sko. Þannig eru menn að fara að búa til alvöru partí. Ég held það. Þannig eru varðeldar. En bara svona til að kanna þetta þá hringdi ég í nokkra aðila á markaði og það var náttúrulega talað ótrúlega fallega Ásgeir að hann sé að fara. Þetta bara mikill leiðtogi og ég held svona hann mjög fyrirtækja svona algjört fyrirtækjasjeni með gott sitt bakland í fyrirtækjunum
byggir upp fyrirtækja sviðið og lánabókina og svona, gerði það fyrst hjá Kviku. Fer svo yfir til Arion og Kvika náttúrulega fór vel upp, Arion búið að fara vel upp, þannig að Guð veit hvað mun gerast fyrir Skeljung. Já. En hann ekki einn í þessu og Benedikt, bankastjóri Arion, náttúrulega stendur eftir og þeir sem ég talaði við á markaði töluðum að þetta væri svona dynamic duo og ég var svona að spyrja, þú veist, hvað þetta eins og, þú veist, hægt að lýsa því, hvað að gerast? Og einn hafði orðað að þetta væri svona eins og Chewbacca færi frá Han Solo. Þetta það sterkt teimi. Það voru fleiri, það var talað Scooby-Doo og Shaggy. Mjög sterkt. Tom og Jerry, Tom og Jenny. Þú veist, þetta eru þessi dúo sem hafa verið saman að eilífu. Svo hringdi ég einn, hann reyndar í ráðgjöf og hann vildi meira að þetta væri svona eins og Vitti og Bósi ljósar. Já, einmitt. Það myndi kannski, útskýra þetta. En svona í heildina, ef við tökum það saman, og jú, það var annars sem sagði þetta væri eins og Chandler og Bing og Joey Tribbiani og Holmes og Watson var eitt. Er þetta ekki komið gott bara? Já, þú veist, þetta er bara það sem að færa að markaði, sko. Þegar þú ringir í allar helstu fjármálastofnur að byggja eitthvað juice. Það var ein hérna sem ég skrifaði út mér, hann sem gefa við, sögðu Mikki og Mína, en það meikar ekki sens, sko. En nei, þetta er náttúrulega bara stórt takk fyrir Arion banka, mikill leiðtogi farin frá, en kom til Skeljungs. Verður kertafleiting hjá Arion, eða? Ég gæti trú að verið þögn. Hálftíma þögn? Hálftíma þögn. Já. Nei, en einmitt, þetta er örugglega gífurlegt högg fyrir Arion, en á sama tíma bara mikill sigur fyrir Skeljung og það er nokkuð ljóst að þau eru hérna. Þannig að þetta er ráðning vikunar og í senn svona svo viðskiptafrétta markaði sem ég var með, sko, hér heima. Þetta er, eins og ég segi, bara stórbrotið hjá Skeljungi. Það er bara spurning hvort maður setji bara option á þetta. Já, fara að hólka sér inn. Bara strike price 40. Já, ég þyrfti nú að kíkja. Bara fyrir loka árs? Nei, ég segi svona. Strike price 40? 40 fyrir loka árs? Já, Guð veit hvað er að fara að stað, sko. En það er spennandi, því að það kemur náttúrulega fram í fréttinni að þeir eru að fara í frekar í kaup og fjármögnun á fyrirtækjum, þannig að það er verið að byggja upp eitthvað veldi. Það er spennandi tímar framöndan hérna hjá Skeljungi. Yes, risastórir. Svo sá ég nú eina frétt hérna sem stakk alveg í augun, sko. Þetta er svona skemmtileg frétt sem ég var að... Stakkaði í augun. Já, stakk hérna alveg illilega í augun, sko. Og það er hérna 30 milljarðamæringur keyrir á Corolla. Já. Og hérna, þetta er forstjóri og stofnandi FTX rafmynta kauphallar. Já, ég hef heyrt hann. Já. Hvað heitir hann aftur? Og hann, hérna, maður sjá, eitthvað Beyman? Nei, byrju, hann heitir hérna, Sam Bankman-Fried. Já. Bankman. Sam Bankman. Er þetta geggjað? Hann, árið reynda nokkuð magnaða sögu, hann var að kaupa og selja Bitcoin. Var ríkur þannig. Já, byrju, er þetta hann sem að... Hann hagnaðist á mismunum? Já, arbitras sem er högnun, er það ekki bara hrein högnun? Bara sem heitir frítt hagnaðatækifæri? Já, hann var semst að kaupa og selja á milli þegar þetta var miklu óskilvirkara að kaupa og selja Bitcoin. Já, þetta er hann, alveg rétt, ég mann og segja mig frá hann. Já, ég held að hann hafi nánast bara verið að fara með USB-kupa eða eitthvað til að kaupa í kóri og undirverði og kom síðan til Bandaríkjanna og kassað út á... Vildi allir losa sig við þetta þarna? Já, sko, þetta var held ég bannað að vera með kauphöll. Já, basically, þannig að þau bara vildu mynda eitthvað verð fyrir. Já, og hann var bara að koma og það var svakalega afsláttur út af því þú gast ekki gert þetta nema að ferðast til annar landa. Hann hefur samt spreddað þetta alveg vel, bara, hann hefur gefið þeim bara einhvern... Já, sko, spreddið var í rauninni Já, við þyrftum eiginlega bara að kynna okkur sögu hann, sko. Spreddið í arbitrasinu er það að það var bara afsláttur á hann var ekkert að koma til Bandaríkjanna og selja einhverju okurverði, hann var bara að kaupa það á massífum diskant. Hann hefur væntanlega verið að selja það einmitt bara á markaðsvirði. Já, í Bandaríkjunum eða annars þar. Undir bara til að láta kaupa það frekar af sér. Já. En hann kaupir þetta á massífum afslætti hérna í Suður Kóreu. Já. Og var hann milljarðamæringur þannig. Já, sko, það er náttúrulega skemmst frá því að segja, hann er metinn hérna 24 milljarðar bandaríkjadollara sem eru 3100 milljarðar íslenskar króna, sko. Það er að kaupa alveg slatt af Corollum fyrir það, sko. Já, ég held að þetta sé... 3100 milljarðar króna. Þetta eru sko 3,1 miljón króna. Já, þetta er bilað. Og ég er reyndar að munna að þetta var Japan, ekki Suður Kórea sem hann var að fara á milli. Já, Japan, ok. Svo er líka að fyndið, hann keyrir á þessari Corollu. Já, hvað var fréttin? Að hann er á Corollu? Já,
og hann býr líka með 10 vinur sínum, þetta svona entourage fílingur eitthvað sko. En hann þú veist, hann lifir bara eins og munkur sem sko, hann 13 milljónir króna í laun á ári segir, sem þú veist, bara rétt rúmlega 1 á mánuði, íslenska króna sko, og hann hefur gefið út hann vil bara gefa frá sér auðavinn, bara beint til góðgerðamála sko. Við þurfum fleiri svona aðeila, sem eru svona hóværir bara og tilbúinir að ekki að vinna að markmiðum sínum endilega fyrir peninga sko. Nei. Eða svona ekki yfir eitthvað X stig sko. Svo það náttúrulega örugglega þannig, þegar þú ert komin yfir eitthvað X stig, þá skiptir næsti aur í kassan kannski minna máli. Já, ég segi það sko. Já. En þetta það allan þetta svona stakk í augun dálítið. Heyrðu, ég meina... En svo var þetta bara mjög fallegu boðskapur. Já, má ég skjóti nefni skemmtlegri? Já. Hann búið að vera mikið í fréttum hrávöruverð og breytingar á virðiskeðum, upprunalega í kjölfar COVID. Já. Fór náttúrulega allt í hakk. Það var svo mikil brenglun á framboð og eftirspurn að bara virðiskeður út allan heim hafa varla náð að ná aftur dampi og svo kemur þessi Rússland-Úkraínu stríð inn í þetta. Þetta er engar sértækar hernaðaraðgerðir, þetta er bara stríð. Já, bara stríð, bara hræðilegt. Sem talið bara í rauninni hella olíu á eldinn þegar kemur að þessum aðföngum og með tilheyrandi hækkunum á einhverju og lækkunum á öðru en ég fann sérst eina grein sko eftir hana Annie Mary Rorick, forseti í svona market research, bara markaðsfyrirtæki sem að sérhæfir sig því að greina sko sku í búðum og sku bara eitt í rauninni vörumerki inn í búð og þú veist, það er bara eina sem þú veist, þetta report gengur út á, þau eru bara að mæla fjölda sku og svo eru að greina niður sko eftir vöruflokkum, löpum inn í krónuna eða bónus og þú bara horfir á tómatsósudeildina 10 mismunandi tómatsósur, 10 sku skilur við. Já, einmitt. Svo eftir 1 ár þá komin 12 sku. Já, þú skilur hvað að fara. Ég næsu. Og það sem að hún var að opinbera fyrir 3 ára tímabil breytingarna sem að orðið út í búð allan í Bandaríkjunum í kjölfar þessara aðstana sem við erum búin að búa við, COVID og svo núna Rússastríðið ég ætla ekki að segja sláandi en þetta er svona áhugavert og ég held þetta geti raungerst heima því að við hefum kannski aðeins eftir að upplifa núna annarkvort skort eða frambúða einhverju vöru með haustinu og sumrinu en hér semst verið að benda á það sko að 22% aukning hefur orðið í svona dairy alternatives sem þá sojamjólk, veganostur myndum maður ekki segja veganostur möndlu ekki dairy, samt, það ekki bara mjólkur? Jú, en það verið að tala dairy alternatives sem þá í rauninni bara vörur ekki úr alvöru mjólk getur við sagt það? Svona mjólkulíki bara möndlumjólk og sojamjólk og havramjólk og þetta sem við þekkjum 22% aukningu því og dairy alternative cheese 11% aukningu í te og kaffi tortillum, egg rolls og wonton wraps 11% upp sem að kemur rosalega óvart 7% aukning í eftirréttum svo stendur í stað þarna egg, venjulegur ostur Þú segir aukning? Já, það er semst 7% fleiri desert á markaði núna í Bandaríkjunum og ég ætla núna að dempa mig bara neðst á listan að þá hefur semst verið 26% samdráttur í cheese snack kits sem er kannski ekki eitthvað sem við sjáum mjög mikið hérna á Íslandi Nei. Þú veist, þetta er ekki millimál á Íslandi og sérst að kaupa þér kekskökur svona eins og Ritz og slengir á hana ost og skinku þetta stuðlaði svona 2-3 BMI punktum hjá mér þegar ég bjóði í Bandaríkjunum sko. Þetta er mjög, þú kaupir þetta í svona plastbakka hefur þú séð þetta fyrir þér eða? Já, ég veit cirka hvað þú ert að tala um sko. Já, þetta bara þetta áttu við 30 basispunktar sko. Já, þetta áttu við millimál Heyrðu, 10% samdráttur í venjulegum osti Já, nú ertu komin í samdrátt Já, 7% samdráttur í rjómaosti 7% í svona juice og 7% í kótasælu Þannig að það er bara svona komið svolítið óvart sko þegar búið að fabulera svo mikið með þessa virðiskeðju og hvað er að koma frá Kína og bla 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 það er bara eins og mjólkuvörur yfir höfuð undir högg að sækja þarna
Hvort það séu bara breyttar neysluhefðir eða þetta náttúrulega hvort að mjólkurbúin einfallega séu bara búin að koma svona illa út úr þessu sko. Það kemur ekki fram. Nei, já. En þetta áhugaður pæling, og það væri mjög gaman eða það væri íslenskt research yfir að sama og það kemur ekkert óvart að sé sama aukningirna heima á sem sagt þessu, ef við kallaðum mjólkurlíki eða? Já, ég veit ekki, bara mjólkurlíki, bara eins og, já. Þú hefur tolleraður hjá bændasamtökunum hérna. Nei, þetta sko, ég samt... Þú veist, það er bara núna komið bíla frambóð af. Já, maður tekur eftir þessu. Ég náttúrulega fæ mér alltaf möndlumjólk eins og þú þekkir í grauti minn eftir hádegi. Og ég stend frammi fyrir bara svona, bara tökum saman, þetta eru svona 8 fermetrar af möndlumjólk bara í kælunum, sko. Já. Þetta er eiginlega fáránlegt, sko. Já. Þannig að maður tekur eftir þessu. En þetta er klálega breytt neysluhæðin er bara breytast, sko. Já, og ég veit ekki með kaffið, mér finnst ekkert eitthvað svakalega aukning á kaffi vörumerkjum út í búð. Nei. Tortilla, egg roll og wonton wrap. Tortilla máski, sko. Já. Við erum að verða svona taco-óð einhvern veginn eða svona. Já, en þessi 7% aukning í eftirréttum, hvaða eftirréttir eru við með út í búð? Hvað heitir þetta hérna? Ég man það ekki. Nei. Bara ísköku eða hvað er þetta? Nei, svona hérna sem þú brennir hérna, hvað heitir þetta? Já, tiramisu. Nei. Crème brûlée. Crème brûlée. Er það selt út í búð? Nei, ok. Ég hef bara eitthvað að djóka hérna, sko. En já. Nei, eins og ég segi, ég hef ekki hugmynd af hverju það er aukast, sko. Nei. Ég hef allan ekki tekið eftir því hérna á Íslandi. Ég er ekki sérstaklega desetta kall, sko. Nei. En já, þetta var svona, þetta er svona helstu fréttir vikunar, hérna. Hvað erum við búin að taka? 3-4? Já, ég held það. Svona cirka það sem við ætlum að miða við. Jú, það er svona kynningaþáttur. Já, og við verðum aðeins nýtt með þeirri. Ég finn það núna strax hvað við getum, svona, hvar maður ætti að leggja meiri þunga. Hvað við getum bætt, hvað við getum það væri náttúrulega bara eins og alltaf, gaman að heyra frá hlustundum. Já, algjörlega. Þannig að ég var að spá... Þú ert með samt til að loka þessu. Já, top 3. Já, top 3. Eins og ég segi, sem ég held þú ætlar að taka hérna í byrjun, en við kannski höfum það bara í byrjunni næsta þetta, en ég hlakka til að heyra. Það er náttúrulega risastórt season núna, ég er ráð inn fyrir sumaðinu. Og örugglega margir stressaðir að fara við töl og senda CV og kynningabrif og spjalla við einhverja tilvonandi yfirmenn og samstarfsmenn. Og þetta eru top 3 hlutir til að gera í nýri vinnu. Þú mátt endilega chippa inn, en ég svona gekk í minn Insta-hring til þess að sækja ráð. Ég dettur strax eitt í hug, en þetta er kannski að leyfa þér bara að byrja. Og fyrsta ráðið er svona, þetta snýra því að þú vilt reyna að byggja upp smá rep. Þú vilt koma inn with a bang, en ekki with a bang. Já, svona, eitthvað svona lúmst. Lúmska sprengju. Þú vilt bara vera vel liðin frá fyrsta degi, sko, búið til smá vinningu. Og fyrsta ráðið í þessu, ef þú ert að koma inn á stóran vinnustað, svo við tökum bara síni eða síman eða eitthvað svona 300-400, bara allra fyrsta sem þú ert að gera, fyrsta daginn, er að reyna að koma því að forstjórinn eða eigandi sér frændiðinn. Þetta býr til mega respekt. Já, það gæti samt orðið alveg alvarlegt vesen ef þetta er svona frekar lítið fyrirtæki. Já, sko, og ég með ráðið því líka. En þetta er sko eins og bara ég tek hérna auðun með einu enni, sem er bara, hlutabrifin eru búin að fara úr 1 upp í 100. Og það er bara át af því að fyrsta degi sín, þegar við vorum að hitta fólk, þá var alltaf, hvað er Heiðar frændi? Hafið þessi Heiðar frændi? Og virðingin. Þá var hann búinn að ljúga því að fólki. Hann lauga engu. Nei. Annað, bara til að tækla á því, við kemur strax inn á þetta. Eða þú ert að byrja á litlum vinnustað og er mjög augljóst að, þú veist, sá sem að réði þig eða eitthvað er ekki frændiðinn. Þá er alltaf gott að tala fjalar eða plóter, séu frændiðinir og vitna bara í ættarnöfnin. En þetta er svona... bara til að establisera að þú sést að góðum ættum. Fjallar er ekki ættanafn, en plóter Nökkvi fjallar. Það er svona fjölskyldunafn meira hjá honum. Já. Eða plóterinn, sko. Plóter, já. Og helst bara slengja þessu fram. Svona sterkt austurist nafn, sko. Já, og alls ekki taka fram fyrranafnið út því þú ert að herja á ættanafnið. Fjallar eða plóter. Þannig að þú átt að fara... Þannig að þú vilt ekki ljúga því að formaðurinn, eða framkvæmdastjórinn sé frændiðinn, þá átt að ljúga millinafniðinu. Nei, þú ert að ljúga, sko, bara þegar ég og Fjallar frændi eða plóter frændi. Nei, ég er að segja að þeir séu frændiðinu. Já. Einmitt, ég sé það slá í gegn líka. Já, og sko, það er líka annað til að bakka út úr sig að fólk er hætt, ég vil ekki vera að ljúga eitthvað. Segðu bara að þú túlkir Íslendingabók upp í 10. ætli. Þú veist, það er ekkert sem stoppaði í því. Nei, það gerir það ekki. Já. Það er skemmtilegt. Annað liður, ég ætla að vera fljótur.
Þegar þú ert að byrja að mæta á fyrstu fundi, þú ert að kjafta við fólk. Fólk mjög spennt að heyra hver þín sín. Hvað ert þú að segja þegar þú kemur inn á nýjan vinnustað? Það allir að byrja, jæja, núna ætlar þessi stjarna að sína sig. Það mjög gott að byrja allar sögur að segja hvernig þú gerðir hlutin á fyrri vinnustað. Og vera alltaf eða í skóla, alltaf að segja sko, já þegar við í 8. vorum þá gerðum við þetta svona. Og alltaf að vitna í fyrri vinnustað. Það establisher svo mikið dominance. Og fólk veit að þú ert að tala þínum viti. Ekki sammála. Jú, þetta getur verið gott sko. Já, þú veist, þetta bara þetta svínvirkar og fólk elskar þegar kemur einhver nýr inn á vinnustað að vita að hann hefur reynslu og þekkingu af einhverjum öðrum vinnustað. Og vera bara, já, þegar við vorum í 8. þá gerðum við þetta svona. Þetta svo gott í rökræðum. Ertu hérna eitthvað vitni í mig? Nei, ég alls ekki. Ég náttúrulega... Já, þú veist, ég tók 8. bara sem dæmi, sko. Þú veist, það gaf þér mjög gott rétt. Já, algjörlega, en ég man nú ekki eftir að hafa verið að æpa það hérna gangarna, sko. Já, bara við myndist á þetta. En vissulega frábær reynsla og góðu tími. Já, og bara, þú veist, þegar maður var svona, hann eitthvað að bullshitta, þá sagður, þegar við eins og við gerðum því 8. Þá var maður, já, auðvitað, það er það. Sko, ég ætla að fá samt að koma með smá punktin í þessa umræði hérna, þetta topp 3 lista. Má ég taka þriðja og síðasta? Nú var þetta ekki 3. þannig? Nei, þetta var númer 2. Þriðji, ég verð mjög fljótur. Þetta er 50 hjá þér, sko? Nei, þriðji sko... Já, nei, ekkert stress. Já, og við erum ennþá á fyrsta degi. Þú veist, kemur inn, allir vita, forstjórinn er frændi inn, massive respect. Mætir á fyrsta fund, ferð að flengja út staðreyndum að fyrri vinnustað og hvernig sú reynsla kom þér þangað og allir eru bara, heyrðu, þessi gaur verður hann forstjóri þegar frænda hættir, sko. En þú verður að hafa smá húmor líka. Þannig að þetta er það sem ég kalla STG-reglan. Og þetta er eiginlega mikilvægasta að þegar þú kemur inn fyrsta daginn, verður laser focused, labbaðu bara beint inn, helst ekki heilsa neinum, sestu niður, fáðu kaffi. Já, bara fyrsta daginn? Já. Bara heilsingum og vaða í kaffivélina? Nei, bara beint í töluna og bara fara að vinna. Láta alla halda á sér að fara að vinna. Farðu beint inn í starfsmannaskrá fyrirtækisins og leita að orðinu Guð. Og þú ert að leita fólki sem heitir Guðbergur, Guðfinnur, Guðrún, Guðný og svo framvegis. Og þetta er fólk sem þú átt að byrja að kalla Stuðbergur, Stuðfinnur, Stuðrún. Þetta er brandari. Þetta er geðveik hugmynd. Já. Þetta er það sem að Þráinn vinur minn gerir alltaf. Já. Hann er bara alltaf mættur, bara svona, hann byrjar að hugsa bara svona 10 nickname fram í tíman, sko. Sko, það hatar engin mann. Ef ég skildi fara að vinna með einhverjum sem heitir þetta, þá ætla ég að kalla hann þetta. Já, og þetta er klassískt, þetta er STG-reglan. Og ég lendi þessu í minni fyrstu vinnu. Stuðfinnur. Já, að vara að vinna með Guðberg og Guðfinn. Og ég kallaði það alltaf Stuðberg og Stuðfinn. Og þetta, þú veist, ég var toleraður næstu í. Þetta er frábært ráð. Þetta er sko, ég mæla nú ekki... Létta strengi. Ég ætla nú ekki að fara að mæla með því að ljúga starfsmönnum eins og þú talaðir þarna í fyrstu punktunum þínum. Nei. En þetta er hins vegar ráð sem ég get tekið undir. Já, STG-reglan. Kannski ekki alltaf stuð eitthvað, en... Jú, ég meina bara... Bara svona, þú veist. Þetta er golden. Já. Sem sagt, nýútskrifaður úr mennskóla, labbar inn, beint í starfsmannaskrána. Bara sendu þeim chat. Var að byrja, ert þú þessi Stuðfinnur? Þú veist þess að ég segi, ekki alltaf stuð, það er vesen að þú komið 6 manns og þú kallaðu öll stuð eitthvað, sko. Já, í rauninni er þetta... Að finna eitthvað svona... Sko, það sem ég fann af eigin reynslu þarna var að þetta eykst í veldisvexti. Já. Það varst með 1 Stuðfinn, mjög gott. 2, veldisvöxtur. Komin upp í 6, ég veit ekki... Hockeystick. Já, þú veist, já, þetta er bara klassík. Nei, sko, mitt ráð þarna hefði verið bara svona, þegar ég heyrði þetta topp 3. Já. Það er nú ekki að ljúga neinum. Nei. Það er hérna, sko, að ná strax til matráðsins. Já, það er mjög sterkt. Það er, sko, ég var nú með eina hérna hjá Íslandsbanka sem hét Sigrún. Yndisleg kona. Og ég bara frá degi 1 bara blessum, var bara svona mýkjana, skiluru, og var bara, þú veist, að gefa vel að mér og sína bara, hérna, að ég væri í stuði og svona. Og svo fór maður svona fljótlega að geta farið að fá og alltaf auka smá á diskinn þegar hún var samt að skammta, sko. Já. Og svo líka alltaf í lok dags. Þá var hún farin að heyra í mér bara, hérna, þú veist, með afgangana á matnum. Það var góðu matur þarna, sko. Já, til að taka með heim, eða? Ég fekk alltaf mat heim, sko. Já, ég var svo hrifinn að þessu, sko. Var þetta í Íslandsbanka? Þetta var í Íslandsbankanum og hérna... Og fékkst þú ekki að kaupa, eða? Hvað segirðu? Og
Og þú fékkst ekki að kaupa? Ég var því miður ekki að finna það á þessum hluthafalista. En þetta var... Þetta er enda mjög gott ráð. Og sko... Matráðurinn, sko, hann hefur mikið að segja. Öllu kannski sleftu. Þetta fólk á skili mestu virðinguna í þessum fyrirtækjum. Sko. Það er þjóðast að lappin, það er þjónustufólk sem tekur mótið móttakan. Og svona, þú veist, matráðurinn í kring, fólk sem að þrífa. Ég hef séð liðið vera með disrespektu þetta og það er ríkalegt. Ég hef samt alltaf, bara frá því mann eftir mér, frá því lítill, einhvern veginn alltaf ósjálfrátt. Ég veit ekki hvort þetta sé út að ég er bara svona mikill sælkeri, sko. En ég hef yfirleitt bara langmest gaman að fólkinu sem er að vinna í kringum mat, sko. Já, það er gaman að kringum. Ég hef alltaf bara frá því að ég var í grunnskóla, náði einhverju sérstöku bondi með þessu fólki. Og það hefur alltaf skilað mig vel í magan allavega. Já. Þetta er allavega mitt ráð. Já, núna er ég alltaf inn á stressaður á tíman. Já, fólk er bara núna að leggja stæðin fyrir utan og... Það er ennþá leiðinni að leggja, sko. Já. En við ætlum ekki að hafa þetta neitt mikið lengra. Ég bara mæli með að panta Domino's pizzu í kvöld. Já, það er föstudagur. Það er náttúrulega föstudagur þegar þú ert að hlusta, kæri hlustandi. Og ég held að við reynda sjáumst ekki, við heyrumst ekki næsta föstudag, út af föstudaginu langa og Yngvi verður fyrir austan hérað. Já. Og... En mögulega verður komin fyrst daginn eftir það, eða ekki? Það er nú allar líkur að því. Jú, tökum eitt páska þá. Þetta er svona test, sjáum hvað feedback við fáum. En við, við heyrumst þá. Ok. Kæra þakkir.